Nú, þá lokið umræðu tillögu A-nefndar upplýsingafrelsi og frelsi fjölmiðla og gef formanni nefndarinnar Silju Báru Ómarsdóttur orðið umræðuna sem hér hefur átt sér stað. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir og ég þakka þessa fínu umræðu. Bara svona í stuttu máli, ég held að þessar hugmyndir sem Þórhildur nefndi að séu mjög góðar og bara þakka þá brýningu sem að kom þarna. Það ekki bara hið opinbera sem þarf að hafa skyldur til að stuðla að lýðræðislegri umræðu, heldur einmitt fjölmiðlarnir líka og mikilvægt að hugsa þetta og það alltaf betur sjá augu en auga, þannig að ég þakka bara fyrir þetta. Og kannski einhverjar megin reglur svona sem við getum orðað í texta sem að kæmu hérna inn. Athugasemd Andrésar fannst mér líka gagnleg, en þetta svona kannski, þegar við erum að horfa á eina grein þá sér maður ekki samhengið, en allavega fyrir mína parta þá var hugmyndin með því að nefna sko gagnrýna hugsun í menntagreininni að þar myndum við kenna fólki í skólunum að leggja mat á þær upplýsingar sem það fær í hendurnar og vonandi þá munum við hérna sjá það næsta kynslóð fái þessa þjálfun og geti metið upplýsingarnar og eins þá á eignarhaldið að vera sýnilegt. Þannig að maður svona vonar að það hérna að fólk sjáu þegar það að lesa í fjölmiðlum sko hvort það auglýsingað ekki en það auðvitað farið að dulbúa þær ansi mikið eins og það auðvitað að skoða á vefsíðum sko að þú sér mynd af hérna einhvern tíma sá ég mynd af Jóhannu Sigurðardóttur og þá kom svona á jakkan og svo sagði það á ensku get the look og þá var linkur á vefsíðu sem að seldi svipaðan jakka. Þannig að hérna það alltaf sko hvar eru þessi mörk og það mikilvægt að við kennum hvert öðru að læra að finna þau og lesa. Eiríkur kom með efasemdir umfang hérna hversu langt þessar tillögur gengju. Mér heyrðist aðrir í A-nefnd hafa svarað honum ágætlega en það auðvitað eitthvað sem við þurfum að skoða bara hvað hérna hvort að við erum að ganga lengra heldur en þörf krefur og við reynum að gera það ekki. Pavel hérna spurði mögulega kostnað. Þetta eitthvað sem ég held að kannski komi meira inn í vinnu við greinagerð að við förum að setja einhverjar nánari útfærslur á því. Auðvitað kostnaður eins og Kata sagði að hérna en við svona vonumst til að hann verði minni þegar fram líður. En mín tilfinning og aftur þá þetta svona mín viðbrögð að hérna að við erum sett hérna til þess að horfa á kerfið að utan. Það í hérna Írislind benti mér á umsögnum greinagerð með hérna frumvarpi til upplýsingalaga og þar talað að ríkið sé ekki stætt til þess að ekki þannig stætt að það geti gert þetta núna en með því að horfa á kerfið utanfrá þá erum við að reyna átt okkur á sko hvernig getum við bætt lýðræðið, ekki hversu gott lýðræði getum við haft í núverandi kerfi. Þannig að ég held að það sé mikilvægt að hugsa þetta ekki bara út frá kostnaði og heldur út frá lýðræðinu og ég get ekki ímyndað mér annað en að það fylgir því töluverður kostnaður að breyta hérna til dæmis kosningakerfi en það ekki eitthvað sem að við erum að spá í þegar við horfum á það heldur hverjar eru lýðræðislegu afleiðingarnar af því. Það hérna Villi og Ómar heyrðist mér nú taka almennt svona bara vel í þessar tillögur og aðrir sem tóku til máls voru svona í nefndinni og summeruðu aðeins. Okkar umræður og hugmyndir. Þannig ég bara þakka fyrir þetta. Það þessar tillögur komu fram á netið núna í dag og það strax byrjað að ræða þær á heimasíðun okkar sem alveg frábært og þetta áhugamál margra út í samfélaginu. Hvernig hægt að tryggja það að gögn frá hinu opinbera séu opin eins og Villi nefndi. Þannig að ég held að sko ef við fáum þetta inn að þá séum við að svona efla bæði þessa tæknilegu hlið og sé fyrir mér að þessir hópar sem að vilja stuðla að svona kerfi að þeir myndu líka leggja sitt af mörkum og aðstoða við það að búa til gott kerfi sem að gera okkur kleift að hafa eftirlit með hinu opinbera. Þannig að ég þakka bara fyrir fínar umræður. Við tökum þetta allt með okkur inn í loka yfirferð
á þessum tillögum í næstu viku. Takk fyrir. Þá komið að tillögu A-nefndar breytt málfræðilegt kyn og aftur formaður A-nefndar Silja Bára Ómarsdóttir sem gerir grein fyrir þeirri tillögu. Gjör svo vel, Silja Bára. Já, kæru félagar, enn og einu sinni. Við í A-nefndinni erum að leggja fram bara til umræðu og kynningar svona nýja útfærslu á jafnræðisreglunni. Og þetta ekki, við erum aðeins búin að pota í efnið, en þetta ekki svo efnislega breyting sem við höfum verið að skoða, heldur formbreyting og við erum að reyna að stýra fram hjá málfræðilegu karlkyni í textanum. Þetta engu að síður meira en málfræðileg tillaga því að með þessu verður ákveðin breyting og eiginlega eðlisbreyting á texta stjórnarskrárinnar, þessar grunnlaga sem að hefur fram til þess að komið að ofan eða utan til fólksins en við erum að reyna að snúa þessu við þannig að textin sé frá fólkinu til þess sjálfs. Og tillagan eins og hún hljómar þá að við erum búin að fara í gegnum þetta öll erum við jöfn fyrir lögum og skulum njóta mannréttinda án nokkurs manngreinar álits, svo sem vegna kynferðis, aldurs, arfgerðar, búsetu, efnahags, fötlunar, kynhneigðar, litarháttar, skoðana, stjórnmálatengsla, trúarbragða, uppruna, ætternis og stöðu að öðru leyti. Þarna eru ýmsar tillögur í gangi breytingu á upptalningunni og umfangi hennar sem að við eftir að afgreiða bara svo það sé alveg á hreinu. Önnur málsgrein þá áfram óbreytt, konur og karlar skulu njóta jafns réttar í hvívetna. Þessi orðalagsbreyting skilar tvöföldum ávinningi, annars vegar erum við að fara fram hjá þessu kynjaða orðalagi, en stjórnarskráin eins og mikill allur opinber texti skrifuð í karlkyni og virðist vera skrifuð með karla í huga frekar en konur og var það kannski svona upphaflega en eimir eftir af því í opinberum texta. En við erum ekki að ganga svo langt að leggja til að skipta karlkynsorðum út fyrir kvenkynsorð, heldur hreinlega að færa hluta textans í fyrstu persónu, við tölum okkur frekar en þá, eða hina. Og hinn ávinningurinn sem að fylgir af þessu að eitthvað sem að koma okkur skemmtilega óvart og það að með því að færa textan í fyrstu persónu þá breytist sjónarhornið. Þannig að í stað þess að vera eins og valdboð ofan þá stjórnarskrárgjafinn komin í samræðu á jafnræðisgrundvelli og þjóðin sjálf að setja þessa stjórnarskrá. Með fyrstu persónu fleirtölu og hvorugkynni staðsindum við okkur sjálf, fólkið eða þjóðina sem stjórnarskrárgjafa í skjalinu og bindum sáttmáli það í hvernig samfélagi við ætlum að búa. Það í raun og veru svona meiri hlutin sem ég hef þetta að segja. Þetta ákvæði. Við erum búin að skrifa 10 greinar í þessum anda. Ef fólk vil kíkja á þær og gefa okkur endurgjöf, þá það vel þegið. En við höfum verið aðeins að velta því fyrir okkur hvort að mannréttinda ákvæðin séu kannski öðruvísi orðuð heldur en afgangur textans og þetta orðalag ætti ekki heima þar á sama hátt. Þannig að kannski þetta eitthvað sem við ættum að hugsa bara í þessum kafla, kannski þetta eitthvað sem við ættum að skoða í jafnræðisreglunni eða í inngangsgrein, fyrstu grein. Og ég bara óska eftir umræðu þetta hvort að fólk hafi sterkar skoðanir með eða móti og hvort að þessi annars vegar breyting á kyninu og hins vegar breyting á persónu ætti að verða að einhverju meginreglu. En mín persónulega von að við getum gert á þennan hátt það sýnilegt í okkar frumvarpi að fólkið sé uppspretta valdsins og það innifeli bæði karla og konur. Takk fyrir.